Hjartanlega velkomin í þennan þátt. Í þessum þætti ég ætla að tala ykkur Me Too. Me Too er besta bylting og bara gáfulegasta bylting sem fundin hefur verið upp á þessu heimi, í þessum heimi. Og Me Too byltingin er mjög góð og ég styð Me Too byltinguna. Algjörlega í einu og öllu. Menn þess að konur, það er að standa upp fyrir sjálfum sér, það er að tala, það er að segja sitt mál, það er að standa upp fyrir sjálfri sér og vera með rosalega góðan svona sjálfsaga, taka þetta föstum tökum, taka þessa kallirembur og snúa þeim niður í orðum, bara lúkberja það með þessu alls konar setningum og svona, og það er bara rosalega gott þegar stelpum að koma og segja svona sögur, því kynferðislegt áreiti gagnvart konum er bara ekki boðlegt. Það er ekki eins og þær sé að bjóða upp á þetta, það er alltaf að tala um það, þær bjóða upp á þetta, það er bara ekki rétt. Það er komið ekki að gera ekki svo vel, henni boðskort, hérna þú máttu nota mig kynferðislega. Nei, það virkar ekki þannig. Það er ekkert að bjóða upp á þetta. Það býður ekki upp á þetta. Þetta er ógeðslegt og algjörlega siðlaust. Þetta er bara viðbjóður og hvernig engan til þess að vera stundið að það. En samt er fólk að þessu, enga síður. En það er bara, þú veist, algjörlega Svo þessar Me Too konur, þær eru algjörlega með puttan á rétta púlsinum. Þær eru sko með hjarta á réttu stað. Þær eru með hjarta úr sko gullmola eða bara rúbín. Þær eru með hjarta á rúbín, þessar Me Too konur. Algjörlega með hjarta á rúbín. Því þetta er kynferðislega áreiti gagnvart konum er algjörlega ógeðslegt. Það er hreinn og beinn viðbjóður að þurfa að horfa upp á að heyra sögur. Það er ekki þurft að horfa upp á þetta. Ef ég myndi sjá svona, ég myndi stoppa þetta strax. Þú veist. Ef ég sé kynferðislegt áreiti gagnvart konum, ég myndi stoppa það strax. Ég myndi bara fara að akkurinn og segja, heyrðu kallinn minn, þú bara hætta þessu heldis ógeðið þitt. Ég myndi bara taka hann og rífa hann frá gælunni og grýta hann upp í næsta vegg. Og grýta hann höndum og bara taka hann og rífa hann burt og íta hann burt frá henni. Ég myndi bara gera það. Þannig sem okkur það nefndi á einhverjum steini eða vegg, það skiptir ekki máli, hann var átverð kynnslega, hann bara skilið að fá smá höfðögg. En það er bara, ég myndi bara íta hann burtu. Það er bara svoleiðis. Ég styð ekki svona subbukalla sem er að, þú veist, það er einhverju kynferðislegt áreiti gagnvart konum. Þetta er bara ógeðslegt og kynferðislegt áreiti og ekki bara konum heldur. Kynferðislegt áreiti gagnvart börnum er líka ógeðslegt og það er líka, þú veist, þetta er bæði svona subbukallar og subbufólk, bara subbukallar, þegar það er svoleiðis. Það á bara að vera að fara á einhverja, þetta er bara veikt, þetta er bara sjúkdóm, þetta er sjúkdóm, bara vera einhverjum á læknistofnun, þetta lið og láta hjúkra sem það. Þetta er sjúkdómur, þeir eru sjúklingar, þeir eru veikir og bara vera á sjúkdómum og ekki vera í kringum annað fólk, bara vera þar, þú veist, bara á girtu svæði og ekki innan fólk. Því svona fólk er ekki kannski hættulegt umhverfi sínu eða neitt, þannig, það er þannig að segja, en það er höndurnar á þeim er ekki og hendurnar á þeim er semst ekki húsum hæfð eða landinu hæft og það ætti að vera þess vegna ætti þetta lið að vera loka inni þar sem að hendurnar hættulegar öðrum, það er að káfa eitthvað.
Þannig að þetta leið á bara að vera inn á einhverjum lokum svona betrunarstofnunum, svona læknastofnunum og það er bara læknandalið. Þetta er sjúkdómur sem þarf að stöðva. Þannig að þetta er bara sjúkdómur. Þú veist, að vera fyrkt eitthvað í konum eða fyrkt eitthvað í börnum, þetta er ógeðslegt og á ekki að líðast. Þú veist, það þarf að taka harðar á þessum málum, þú veist, og ekki bara hugsa gerendur. Nei, þolendur, skiljum við, þolendur, þeir þurfa svona, gerandinn, hann er með sjúkdóm. Í stað fyrir fangelsi þá setja hann frekar inn á einhverja betrunarstofnun og það þarf að lækna þessa manneskju, hún er veik. Þetta eru sjúklingar, ekki glæpamenn. Þetta eru sjúklingar, þetta eru káfisjúklingar. Kynferðisafbrota sjúklingar. Kynferðissjúklingar. Sem gera kynferðislega áreitni á börnum og unglingum og jafnvel konum. Það þarf að stöðva það. En það er MeToo bara fyrir konurnar. Ég held að MeToo ætti líka aðstandu fyrir börnunum líka. Það geti allavega MeToo-börnin. MeToo-börnin, mér finnst að vera það. Það er gott hugtak, MeToo-börn. Það er þannig að stækka MeToo-hoppir aðeins. Og börnin með þetta. Þú veist, því þetta er ógeðslegt. Kynferðislega áreiti gagnvart börnum er ógeðslegt og líka konum og körlum. Þannig að MeToo-hreyfingin, þessi hreyfing heimsins, bara lengi lifi hún, húrra, húrra. Því það er einhverju svona sjúkir kallar sem er að fikta í kettlingum, bara ógeðslegt, gælurnar alveg, þetta er bara ógeðslegt. Þeir eru bara veikir, sjúkdómar. Þannig þeir þurfa að fara einhverja betrunarstofnun og þurfa lækningu sem fyrst. Þetta er bara sjúkdómur. Þetta er ekki glæpamenn, þetta eru sjúklingar. Hafa það á hreinu. Takk fyrir. Þessum þætti er lokið í dag.